Þú sagðir í byrjun þessa árs að það yrði lögð meira áherslu á hagnað hjá félaginu og það tók allir eftir því. Hvað útfarða þess frekar í þessa svona þetta virkaði svona eins og alltaf því stefnumörkun eða stefnumótun að þið hefur verið að gera eitthvað aðeins annað áður. Hvað farða þessi gegnum hugsununa? Ég man ekki nákvæmlega hvernig ég orðaði þetta. Nei, meiri hagnaður var örugglega áherslan. Já, við viljum koma okkur í betri rekstur, það hefur legið fyrir lengi. Það við höfum náttúrulega verið að gangi gegnum krefjandi tíma, COVID og ýmislegt fleira og við skilum hagnaðar enda 2023 en í einhverju tapi í fyrra 2024 Já. Og það liggur alveg fyrir að ekkert félag getur verið í taprekstri lengi og og þannig að við þurfum að koma okkur í sjálfbæran rekstur og það sem ég var kannski að meina og við erum að meina og okkar fókus snýst svolítið að eins og ég nefndi áðan, COVID hafði verulega áhrif og kannski leiða ljósið í COVID að var það að vera tilbúin og vera með alla innviði klára þegar eftirspurn tæki við sér. Já. Og við vorum aldeilis klár þegar það gerðist, þegar ferða takmarkunum var aflétt og þess áttar og við settum mjög hratt í gang og byggðum félagið gríðarlega hratt upp aftur, réðum starfsfólk aftur, tókum vélar í notkun og þjálfuðum fólk og þetta tók bara talsvert á og fókusinn var þarna. Síðan kostnaður auki þá við þetta? Já, þú veist bara eins og segir fókusinn þarna þannig að svona núna í heilt ár hefur þó við séum alltaf að passa reksturinn reyna að gera betur þar í dag heldur en í gær. Já. Að fyrir ári síðan settum við í gang svo kallað svona umbreytingar vegferð sem við erum bara að velta við öllum steinum í rekstrinum og ætlum að tryggja það að við sem að reka félagi bara eins og vel og hægt að því að við þekkjum það náttúrulega í flugrekstri að það alltaf eitthvað sem kemur upp á sem við höfum ekki stjórn á og þess vegna svo mikilvægt að það sé bara engin sóun í okkar rekstri og það snýst þetta verkefni. Nú fyrst í fjórðungur, það eru meiri tekjur og aðeins minna tap. Já, við erum að sjá 6,1 milljarður í tap. Hvað er það einhver vísbending á árið heldur? Já, við erum að sjá bara mjög góðan árangur á fyrsta fjórðungi bætta afkomu og tekju myndinu bara ágætt og kostnaðarþróunin góð. Við erum náttúrulega að glíma við verðhækkanir og verðbólgu. Já. Og það ekki mörg flugfélög sem eru að pirta lækkun og einingakostnaði milli ára en við erum að gera það sem er frábæri árangur hjá okkar fólki. Lausafjárstaðan, hún er bara býsna góð hjá okkur. Hún er gríðarlega sterk og sjóðstreymmið á fyrsta ársfjórðungi mjög sterkt og við höfum aldrei verið með sterkari lausafjárstöðu í lok mars heldur en núna, bara í sögu félagsins, þannig að það er mjög sterk stað að vera í og sýnir þá að salan hefur verið sterk á fyrsta fjórðungi fyrir sumarið. Ekki aprílmánuð, var hann ekki ágætur? Aprílmánuð er mjög góður, við vorum að birta farþegatölur varandi apríl í núna og það er mikill vöxtur í apríl hjá okkur sem er vegna þess að við verum að byrja þennan svo kallað seinni tengibanka núna fyrir páska heldur en síðast ári og það er 25% vöxtur á milli ára og það er fyrst og fremst út af þessu en þrátt fyrir þennan mikla vöxt að þá var sætanýtingin á góðum stað og gildin líka sem við byrtum í farþegatölun, þannig að við vorum ánægð með aprílmánuð.